Þá förum við yfir í 7. lið og það er fræðsla í skólum, lífsleikni og jafningjafræðsla. Til máls tekur Rakel Alda Steinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Mikil köllun hefur verið seinustu ár á landsvísu eftir aukinni fræðslu í skólum. Aukinni fræðslu fjármál, tryggingar, skattkerfið, fasteignir, sjálfsmynd, upplýsingatækni og í rauninni bara lífsleikni á allan hátt. Börn unglingar vilja kynfræðslu, kynjafræðslu, jafnréttisfræðslu, hinseginfræðslu og stjórnmálafræðslu. Ungt fólk vill vita hvað það á að gera þegar það kemur út á vinnumarkaðinn. Við viljum að það sé ekki verið að svindla á ungmennum á vinnumarkaði. Við viljum að ungmenni læri starfssaga, við viljum að ungmenni kunna hugsa vel peningana sína og kunna lesa launaseðilinn sinn. Við viljum að krakkar geti staðið með sjálfum sér í öllum aðstæðum. Við viljum að krakkar hafi skoðun á samfélaginu, við viljum að börn viti hvað þau eiga að gera þegar þau eiga að fara að kjósa. Við viljum að ungmennin okkar styðji jafnrétti og að þau viti að allir eigi sinn rétt og sín réttindi og sínar skyldur. Að allir geti verið þeir sem þau vilja án þess að vera hrædd misrétt eða óréttlæti. Við viljum að ungmenni kunni mannleg samskipti og hvernig á að haga sér, almenna virðingu og umburðarlyndi gagnvart náunganum. Á viðburði ungmennaráðs stórþingi ungmenna árið 2019 kom það helst fram að nemendur vilja aukna fræðslu á öllum þeim sviðum sem upp eru talin. Við í ungmennaráði sendum fulltrúa á ráðstefnu UMFÍ, Ungt fólk og lýðræði, í Hörpu síðastliðið haust þar sem fræðsla ungmenna kom einna oftast upp sem áhyggjuefni. Allir þeir hlutir sem upp eru taldir hér eru hlutir sem hægt að koma inn í skólana með inn í skólana í formi fræðslu. Ég legg til að ein kennslustund í viku fari í fræðslu af ýmsu tagi. Við í ungmennaráði höfum oft rætt það að við viljum fjölbreyttari fræðslu sem krakkar geti tekið meiri þátt í, svo sem einhvers konar leikir eða upprifjun meðal hópsins hvað þau hafa verið að læra eftir kynninguna. Ekki bara sama glærukynningin sem allir eru orðnir þreyttir á. Því að við vitum öll að langflesta fordóma í samfélaginu má rekja til þekkingarleysis. En aðeins til þess að þið misskiljið mig ekki. Ég er ekki að segja að ég hef ekki fengið neina fræðslu í grunnskóla. Það er alls ekki málið. Heldur er það meira tíðni fræðslunar, fjölbreytni hennar og gæði fræðslunar sem ég er að kalla eftir og þetta þarf að vera stöðug fræðsla því maður lærir klárlega ekki allt fjármál á einni 40 mínútna kynningu. Ég fékk til dæmis kynningu seinasta haust frá stelpu sem hafði farið í skiptinám. Stelpan var 2 árum eldri en ég og þar af leiðandi hugsaði hún út í sömu hlutina og fannst sömu hlutirnir skiptinámið áhugaverðir. Ég veit að þessi kynning opnaði svolítið nýja veröld fyrir marga í bekknum mínum en eina ástæðan fyrir að við fengum þessa kynningu var vegna þess að kennarinn minn þekkti stelpuna og bað hana að segja okkur aðeins frá skiptinámi. Við í ungmennaráðum oft talaðum hvað okkur finnst jafningjafræðsla mikilvæg og meira áhugaverð að mati ungmenna. Ég ætla að lesa upp nokkra setningar sem við fengum fræðslu í skólum bæjarins úr könnun sem við lögðum fyrir grunn- og framhaldsskólanema bæjarins núna í haust. Númer 1. Kennsla varðandi fjármálalæsi og þess háttar er stórlega ábótavant á Akureyri og að öllu líkindum á öllu landinu. Fólk þarf að kunna að fara vel með peninga. Númer 2. Fólk á mínum aldri virðist ekki vita hvað stjórnmálaflokkarnir gera eða standa fyrir. Og hinseginfræðsla er greinilega ekki nóg því það er mikil óvirðing gagnvart hinsegin fólki. Númer 3. Common sense, meira almennt líf, skatta, virðingu fyrir fólki og eitthvað til dæmis Black Lives Matter, Pride Month, Me Too og fleira. Númer 4. Almennileg kynfræðsla og meira að fræða hvað er að gerast í heiminum í dag í stað þess að vera alltaf að læra eitthvað sem gerist fyrir löngu. Númer 5. Leggja meiri áherslu á eineltisforvarnir. Númer 6. Það er allt of lítið af fræðslum. Þess vegna er ég komin hér í dag fyrir hönd ungmennaráðs til að berjast fyrir meiri fræðslum í skólum bæjarins, fyrir bjartari framtíð ungmenna og til að draga úr fordómum í samfélaginu. Takk fyrir mig. Þá hefur Rakel Alda Steinsdóttir
fulltrúi ungmennaráðs lokið máli sínu. Til máls tekur Ingibjörg Isaksen. Forseti, kæru fulltrúar ungmennaráðs, ágætu bæjarfulltrúar. Ánægjulegt að vera með ykkur hérna í dag. Þetta er einn af skemmtilegustu og áhugaverðustu fundum ársins, finnst mér að mínu mati. Ég vil byrja að þakka Rakel Öldu kærlega fyrir áhugaverða yfirferð og góða punkta. Mér langar svona aðeins að koma inn á skólastarf almennt í landinu. Við erum hérna með menntastefnu íslenskra stjórnvalda sem að endurspeglast í almennu skólastarfi, eða á að endurspeglast í öllu skólastarfi. Og hún byggist á vissum grunnþáttum sem að fer inn í aðalnámskrá. Á síðasta ári þá var samþykkt hér í bæjarstjórn í júní á síðasta ári ný menntastefna fyrir Akureyrarbæ. Og markmið menntastefnar er að skólar Akureyrarbæjar verði framúrskarandi. Og til þess að vera framúrskarandi þá þarf að koma með ábendingar hvernig má gera betur. Við erum með vissa matsferla, líkt og bæjarfulltrúi Hildi að koma inn á hérna áðan, þar sem við erum að meta almennt skólastarf og það er skipt í 3 þætti. Við byrjum á síðasta ári og tökum annan þátt fyrir núna á þessu ári og svo 3. þáttin á næsta ári. Þegar að þessum mati lýkur þá vitum við hvernig staðan er í skólanum í dag og þetta er mjög ígrundað og ítarlegt mat þar sem að innra og ytra matsferli aðilar eru að meta skólastarfið og meðal annars nám og kennslu. Og mér langar svona með leyfi forseta aðeins að fara inn á hvernig til dæmis mat með nám og kennslu er. Það er til dæmis á að meta nemendur vita hvað áhrif þeir geta haft á skipulag, framkvæmd og mat á námi sínu og námsumhverfi. Nemendur fái kennslu og þjálfun í að koma sjónarmiðum sínum á framfæri til þess að hafa áhrif. Og leitað verði að sjónarmiða nemendum líðan og félagslegar aðstæður í skólanum. Svo má áfram telja. Það eru margir þættir sem koma þarna inn á einmitt það sem þú varst að benda á. Að þið getið haft áhrif og þið getið stýrt svolítið hvernig kennslunni háttað í skólanum. En þetta tekur tíma og þess vegna vil ég fagna því hvað þessi atriði sem hafa komið fram hérna í dag. Það eru mjög áhugaverð, þessi erindi ykkar. Og mér langar svona kannski líka að nýta þennan vettvang hér til að hvetja ykkur, til að láta meira heyra í ykkur því að þið hafið þennan vettvang hér sem þið eru klárlega að nýta vel. En þið eru líka með nemendaráð, þar sem þið getið ályktað og komið skilaboðum áleiðis til skólana. Þið eru með ungmennaráð sem þið eru að nýta og ég myndi hvetja ykkur líka til þess að taka því það eru margir þættir hérna sem mér hefði fundist mjög áhugavert og gaman að taka umræðum í fræðsluráði. Að þegar þið eru með erindi sem eiga heim í einhverju ráði innan stjórnkerfis bæjarins að vísa erindinu áfram til umræðu, þó þess ekki nefn bara til umræðu. Því að það vekur okkur til umhugsunar og kannski til einhverja breytinga líka í framhaldinu. Og svo eru þetta með ungmennaráði og þið eru líka með fulltrúa ungmennaráðs inn í ráði, meðal annars inn í fræðsluráði. Og þar megið þið koma með erindi líka inn til umfjöllunar. Þannig að endilega nýtið ykkur þennan vettvang til þess að koma svo framfæri, því að það þarf alveg að vekja okkur til umhugsunar stundum. En annars vil ég bara þakka kærlega fyrir, þetta var bara mjög gott og við tökum þetta til okkar og munum skoða þetta. Takk fyrir. Þá hefur Ingibjörg Isaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust.